svona ramma. Ég zooma aðeins. Já, það smá tíma í þessu. Það fínt. Klukkan það og ég get sko þess vegna bara tekið hljóðið af
Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Við biðjum. Kærleikans Guð, í dimmunni varpar hið daufasta ljós mikilli birtu og í djúpi sorgar eigum við margan dásamlegan ljósgjafa, samhjálp ástvina, hlýleg orð, ljúfar minningar og svo staðfasta trú að þú leiðir okkur og tekur okkur mót, eru ljós í lífi þess sem missir. Veit birtu í sálir okkar allra og blessa þessa stund sem frátekin og helguð minningu Jóhanns Friðriks Antonssonar. Við komum saman í þakklæti fyrir líf hans allt. Gefað stundin og orðin, sögð og sungin megi líkna þeim sem syrgja og sakna. Í þínu blessaða nafni. Amen. Í speki Salómons skrifað: Þegar ég fæddist dró ég að mér sama loft og aðrir, var lagður á sömu jörðina og ber alla menn. Eins og hjá öllum öðrum var grátur fyrsta hljóðið sem ég gaf frá mér. Vafinn var ég reifum og að mér hlúð með umhyggju. Ekki einu sinni konungur hefur hafið feril sinn á annan hátt. Einnir vegur allra inn í lífið og söm leiðin út. Amen.
öll sem gott eiga með, vinsamlegast rísum á fætur og heyrum heilagt Guðspjall sem hljómar svo í Drottins nafni. Þér eruð ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikef, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góð verk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Amen. Gjörðu svo vel og setjist. Bláir eru dalir þínir, byggð mín í norðrinu. Heiður er þinn vorhiminn, hljóðar eru nætur þínar, létt falla öldurnar að innskerjum, hvít eru tröf þeirra. Þöglar eru heiðar þínar, byggð mín í norðrinu. Huldur býr í fossgljúfri, saumar sólargull í silfurfestar vatnsdropana. Sæl verður gleymskan undir grasi þínu, byggð mín í norðrinu. Því sælt er að gleyma í fangi þess maður elskar. Fallega mælist Hannesi Péturssyni. Í fangi þess sem maður elskar. Faðir vor
himnasmiðurinn og móðir jörð, faðmurinn og fangið sem grípur jarðvist líkur, hvar rætur andans og efnisins búa. Og rætur Jóhanns voru sterkar og lágu djúpt, hann var svarfdælingur í húð og hár, honum þótti undur vænt dalinn sinn og dalvíkina draumabláu. Enda hafa þau, ástvinirnir og hjónin, gengið að gluggum dalbæjar síðastliðið ár, hort fram dal í átt til fjalla, rifjað upp og róað hug. Þarna hvarfshnjúkurinn. Jóhann var vormaður, drífandi og nýjungagjarn vildi hann byggð sinni allan sóma og vann ötullega í hennar þágu að nánast öllum sviðum mannlífs. Að vori var hann fæddur á Hrappstöðum 31. maí 1946, skírður Jóhann Friðrik. Hann var yngsta barn hjónanna Antons Baldvinssonar og Lilju Tryggvadóttur. 3 eldri systur átti Jóhann, Sólveigu, en hún látin, Guðlaugu og Guðrúnu Soffíu, en hún látin. Þegar Jóhann 3 ára flytja þau til Dalvíkur og þar hefur hann átt lögheimili æ síðan, þó ýmis lífsins verkefni hafi kallað hann burt stundarsakir. Sem barn var Jóhann gjarnan á ytra hvarfi sumur hjá ömmu sinni og afa og mikið sem hann svipaðist eftir þessari lægð sunnan við hvarf sem talað var í veðurfregnum. Í æsku tók hann þátt í störfum ungmennafélagsins, stundaði íþróttir. Þá var Jóhann líka farinn að spila í hljómsveit áður en hann hafði aldur til að fara á böllin. Það þurfti að framvísa heimild foreldra til að sýna hreppstjóranum svo hann mætti spila á eigin balli. Og þegar Jóhann kom heim í skólafríum var iðulega slegið saman í band og uppdansleik. Jóhann lauk stúdentsprófi við menntaskólann á Akureyri vorið 1966 og háskólanámið réðist af þeim möguleikum sem hann hefði til starfa á Dalvík. Hann velti fyrir sér skipaverkfræði en eftir að hafa unnið sem gjaldkeri Dalvíkurhrepps í 2 ár varð úr að hann hóf nám í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Kandidatsprófi var náð vorið 1974. Fljótlega eftir að Jóhann hóf námið stofnaði hann bókhaldsskrifstofuna EHF á Dalvík ásamt Hilmari Danielsinni. Þar vann hann meðfram námi og áfram uns hann varð framkvæmdastjóri Söltunarfélags Dalvíkur árið 1976 sem þá vann að tilraunaveiðum og vinnslu úthafsrækju. Ári síðar flutti Jóhann inn rækjutogarann Dalborgu EA frá Ítalíu og hafði þá þegar sótt togarann Baldur EA til Póllands fyrir Aðalstein Loftsson útgerðamann 3 árum áður. Jóhann var aldrei banginn við stórar áskoranir og sá hvarvetna tækifæri. Næst var stofnað félagið Uppsaströnd árið 82 sem Jóhann framkvæmdastýrði og einn togarinn til bættist í flota Dalvíkinga. Með viðkomu sem markaðs- og þróunarstjóri hjá fiskvinnslunni sneri Jóhann aftur á bókhaldsskrifstofuna og það gladdi hann einlæglega að geta í gegnum þau störf stutt þau sem voru að hasla sér völl í dalvísku atvinnulífi, fjölga ljósastikunum. En haustið 88 hóf hann störf í stjórn Atvinnutryggingasjóðs útflutningsgreina og fleiri ábyrgðarstöðum á vegum hins opinbera gegndi hann í framhaldinu. Og frá þessum tíma var hann sjálfstætt starfandi ráðgjafi og var lengst af liðsmaður Ráðgjafa EHF í Reykjavík, þó verkefnin væru víða og ekki síst hér á Dalvík. Því að hjarta hans sló fyrir heimabyggðina. 1977 stofnuðu þeir Jóhann, Hjörtur á Tjörn og Óttar Proppe héraðsblaðið Norðurslóð, Svarfdælsk byggð og bær. Þar kom Jóhann að ritstjórn og þegar svigrúm gafst skrifaði hann greinar einkum sjávarútveg. Þau skrif voru honum efniviður í bókina Sjávarplássið Dalvík sem kom út að haustlagi fyrir 4 árum.
Það var mikið afrek og síðustu kraftar hans fóru í hana að segja má. En samt var næsta bók á teikniborði í undirbúningi, saga leikfélagsins. Því leikfélagið átti einnig Jóhann í taug, ekki bara af því að hann var stoltur af öllu því góða sem einkennir dafnandi samfélag, heldur var hann og formaður þessum tíma. Einmitt árið sem að Delirium Bubonis var sýnd og Svanfríður dreif sig með Sollu Bomma í frumsýningaparti heim til Jóhanns. Og eins og hún segir sjálf, við vorum alveg klár á því leið að við værum gerð fyrir hvort annað og smullum. Og í hvort öðru fundu þau að sönnu sinn lífsförunaut og besta vin. Árið 1976 kvæntist Jóhann Svanfríði og með henni fékk hann 2 fóstursyni, þá Pétur Húna og Kristján Eldjárn, og árið 1979 bættist Jónas Tryggvi í hópinn. Það voru bestu stundir Jóhanns þegar allur hópurinn var kominn í garða. Pétur og Hafdís með Úlf, Flóka og Kríu, Stjáni og Kata með Hauk og Agnesi og Jónas og Steinun með Tuma og Baldur. Jóhann var alla tíð mikill gestgjafi og selskapsmaður og ekki aðeins með fjölskyldunni. Eigum við ekki að bjóða þeim í mat, kom gjarnan upp og jafnvel bætt við og geta þau ekki bara komið og gist. Ekki síst þegar þau bjuggu í Tjarnargarðshorni til nokkura ára og svo síðar í Görðum. Í stærsta gleðin var að safna saman góðu fólki, fjölskyldu og traustum vinum og njóta með þeim góðs matar og drykkjar. Þá leiði lífið við söng og sögur, gleði og hlátur, eins og lífið á að gera. Fyrir jólin var árleg hangikjötsveisla, hlakkandinn þeirrar veislunafn og þá syngja viðstaddir hátíðartónið og syngja dátt. Í tónlist og söngur var stór hluti af lífi Jóhanns. Í fjölskyldu hans eru ýmsir snillingar sem hann dáði og má finna suma þeirra á efnisskrá hér í dag. Hann elskaði tenora, Björling, Pavarotti og alla þá meistara. Frá unga aldri söng hann með karlakornum hér á Dalvík, sömuleiðis til ótal ára hér í kór Dalvíkurkirkju og svo síðast með Mímiskornum. Aldrei gat hann verið lengi í kór án þess að róa að því öllum árum að nú þyrfti hvort tveggja að gefa út plötu og leggjast í Víking. Lögin hans Jóa Dan, hátíðartón kirkjukórsins, þarna var Jóhann allt í öllu og að fleiru að taka. Og hann fagnaði því þegar að hæfileika fólk settist að á Dalvík, því það þýddi auðugra mannlíf. Jóhann var alla tíð mikill áhugamaður pólitík. Hann sagði barnabarni eitt sinn að aðeins 10 ára gamall hefði hann fylgst með sínum fyrstu kosningum í útvarpi árið 1956 og mikið rétt þegar Óli Níls fylgdust með hvernig hræðslubandalaginu reiddi af. Snemma var hann kominn í stjórnarstöður hjá ungum framsóknarmönnum, kjörinn í bæjarstjórn 1974 af lista Framsóknarflokksins og samtaka frjálslyndra og vinstrimanna. Síðar meir varð hann svo öflugur liðsmaður þeirra hreyfingar sem leiddi til stofnunar Samfylkingarinnar. Lengi var Jóhann formaður Hafnarstjórnar og sömuleiðis formaður stjórnar Sparisjóðs Svarfdæla árabil. Jafnlyndur og jákvæður vann hann af metnaði fyrir sitt byggðarlag, hver sem verkefnin voru. Afburðaminnugur, enda mikið leitaði hans rann þegar þurfti að hafa staðreyndir á hreinu. Var hafsjór fróðleiks, sagði barnabörnunum ýmsar sögur og meðan afi vann við stóra skrifborðið, þá földu krakkarnir sig undir því við leik. Jóhann brýndi fyrir þeim mikilvægi hefða, teldi við þessum og var alveg gáttaður í þetta fyrsta og eina skipti sem drengur mátaði afa. Og afastrákur yfir upp, afi var alltaf skemmtilegur og með þetta makalausa gerviauga sem allir höfðu mikinn áhuga að fá að skoða. Jóhann fékk nefnilega sinn skerf áfalla og kannski rúmlega. Aldamótin fékk hann krabbamein í auga, það var fjarlægt og með jöfnu millibili komu þau áfram. Það var hjartaþræðing, tvöföld, krabbamein og aftur og nú síðast var það kollurinn. En alltaf reis Jóhann upp
að nýju og öllum mættan af æðruleysi og hughreysti, því hann varð aldrei sinn sjúkdómur. Hann var staðráðinn í að lífið héldi áfram, margt væri ógert og margur dansinn ódansaður við elsku konuna sína, enda hafa þau alla tíð verið einstaklega samrýmd hjón og samstíga. En síðir hljóðnar tónlistin og fæturnir nema staðar, því enginn má við margnum. Sólin gillir skautið þitt, fagra fósturjörð, ég fyllist djúpri þrá að líta dalinn. Og þarna hann ennþá, hvarfshnjúkurinn. Hann stendur aldir og eilífð þó líf okkar sé hverfult. Og til foldar borinn sonur Dalvíkur og Svarfaðardals, aftur að þeim rótum sem voru ævinlega sterkar og djúpar. Sæl verður gleymskan undir grasi þínu byggð mín í norðrinu, því sælt að gleyma í fangi þess maður elskar. Faðir vor og móðir jörð, faðmurinn og fangið sem tekur við og umlykur, blómabrekkan, eilíðarlandið framundan. Ástvinir þakka allar gjafir lífsins, allar samverustundirnar og varðveita minningar í hjarta ókomin ár. Megi þær haldast sígrænar. Með virtum og þakklæti Jóhann Friðrik Antonsson kvaddur. Við biðjum honum Guðs blessunar og Guð blessi minningu hans og ástvini alla. Amen.
Guð umhyggju og huggunar. Með þér göngum við á sólskinsdögum og leitum svo ásjár þegar sorgin knýr dyra. Heyr bænir okkar við biðjum blessun til handa Jóhanni sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þau sem hér kveðja ástvin. Viltu gæta þeirra og veita leiðsögn á komandi tímum, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Allar bænir okkar felum við í bæninni sem þú kenndir og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þau sem gott eiga með, vinsamlegast rísum á fætur. Lofaður sé Guð,
Og Faðir drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit honum drottin þín eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Kveðjur við frændur Jóhanns Antonssonar, Baldvin Gíslason og Hlynur Fannar Baldvinsson sendum okkar innilegustu samúðarkveðjur til ykkar allra vegna fráfalls Jóhanns. Á þessari kveðjustund hugur okkar hjá ykkur á fallegu Dalvíkinni okkar allra. Bestu kveðjur héðan úr Svanland, Baldvin og Hlynur. Þá hér sömuleiðis innileg og hlý kveðja frá Þorbjörgu Viðarsdóttur og fjölskyldu sem gat ekki verið með okkur hér í dag. Einnig innilegar samúðarkveðjur frá Önnu Lilju, Kristni og Alexander sem hefðu svo gjarnan viljað vera með ykkur. Tóta Þórðar sendir þakklæti og hlýju og séra Erla Björk Jónsdóttir sendir ættingjum og vinum Jóhanns innilegar samúðarkveðjur og þakkar honum fyrir þá rödd sem hann hefur gefið inn í helgihald Dalvíkurkirkju í gegnum árin. Þá vil ég koma á framfæri innilegu þakklæti aðstandenda og ástvina Jóhanns til starfsfólks og íbúa Dalbæjar fyrir einstaka natni og hlýju þann tíma sem hann dvaldi þar. Nú fylgjum við Jóhanni síðasta spölinn. Hér fyrir utan verður kistan sett niður á búkka og öllum gefið tækifæri til þess að votta virðingu sína þar. Og ástvinir biðja ykkur svo að halda áfram og þiggja veitingar niður í bergi hér að athöfn lokinni. Fjölskyldan fylgir svo Jóhanni í garði. Drottinn blessi þig og varðveiti þig.
Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Guði séu þakkir færir okkur sigurinn fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Amen.